Við ætlum núna að fara aftur yfir það sem Ólafur Ragnar Grímsson ákvað. Hann samsagt ákvað að vísa lögum Icesave í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og margir oft hefur komið fram. Tilkynnti þetta á Bessastöðum fyrir rétt klukkutíma síðan og rökin sem hann færði fyrir þessari niðurstöðu, við skulum hlusta á hann. Grundvallaratriðið sem hlýtur að ráða niðurstöðu forseta, hvað sem líður kostum hinna nýju samninga, að þjóðin fór með löggjafarvald í Icesave-málinu og ekki hefur tekist að skapa víðtæka sátt að Alþingi ráði nú eitt niðurstöðu málsins. Ég hef því ákveðið í samræmi við 27. grein stjórnarskrárinnar að vísa hinu nýja frumvarpi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það einlæg von mín að sem flestir landsmenn, bæði stuðningsmenn frumvarpsins og aðrir, nýti lýðræðislegan rétt sinn í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem fara mun fram svo fljótt sem auðið er. Svo fljótt sem auðið sagði forseti Íslands og hann vísaði til undirskriftasöfnunar, hann vísaði til fleiri hluta í rökstuðningi sínum. En undirskriftasöfnunin, hún hlýtur að hafa skipt talsvert miklu máli. Frosti Sigurjónsson einn aðstandenda undirskriftasöfnunarinnar. Það sem að koma 40.000 undirskriftir eitthvað meir? Jú, 42.000 í dag. Já, þannig að ykkar viðbrögð? Við fögnum bara þessar ákvörðun forsetans og við erum himinlifandi með það. Við erum líka ánægð með að hann það var spurning sem kom fram áreiðanleikakönnunum, hann gerði sjálfur frekari áreiðanleikakönnun, hringdi út, við reyndar báðum hann að gera það því að við þurftum að skila sem mjög hratt til hans, við gátum ekki klárað það verk, hann kláraði verkið og komst að því að við 99% sem er aðeins hærra hlutvall en við þorðum ekki að segja meira en 93%, það var samt mikið. Hann gat fengið meira nákvæmni út og með sinni vinnu og við erum bara náttúrulega það fólk sem hefur staðað þessu, kjósum.is og samtök þjóða gegn Icesave fagna þessari niðurstöðu. En þið í sjálfu sér voru ekki að taka efnislega afstöðu til samningana? Jú, það má eiginlega segja það að þessi áskorun sem var þarna á netinu og fólk skrifaði undir var nokkuð eindregin það að samningina þættu óréttlætir og þeim væri hafnað og skora var á þingið og forsetan að hafna þessum samningum. En hins vegar innan hópsins nokkuð breytt svona litróf. Ég ætlaði einmitt að vísa til þess að þetta í rauninni bandala margra hópa sem ekki hafa allir sömu afstöðu. Já, einstaklinga, þetta eru 30 manns sem allir hafa svona mismunandi afstöðu í þessu, allt frá því að vilja bara þjóðaratkvæðagreiðslu til að sátt málið yfir í það að vera alfarið á móti því að semja yfirleitt. En ég er svona einhvers staðar í miðjunni að þessu sjálfur og það er svona hver veit bara að tala fyrir sig. En við sem hópur sameinuðumst það að keppa því að safna sem flestum undirskriftum gera það eins faglega og okkur tókst á 5 dögum. Ég held að sé alveg án fordæmis hversu hratt það gekk og vissulega það tók 5 vikur hjá Indefense að vinna sömu vinnu og þeir höfðu kannski meiri tíma til að slípa sína ferla. Við vorum svona í miðju kafi þegar ríkisstjórnin tók þetta höndum á okkur, hún svona reimaði á sig takkaskona og fór í kapphlaup sem okkur fannst ómaklegt. Og ég vil vara sérstaklega við því núna að eins og framkom hjá forsætisráðherra hún vildi innan mánaðar halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er allt of snemmt. Þór Sari var á því að það væri óskammur tími. Forsetinn segir eins fljótt og auðið verður. Hvað finnst þér eðlilegu tími? Fólk þarf í landinu, fólk er náttúrulega í vinnu og hefur ekki allan daginn til þess að kynna sér þessa samninga sem eru flóknir. Það þurfa margir hópar þurfa geta komið fram það að greina þessi mál og túlka sína afstöðu, alls konar hópar. Og ég held að það tæki bara meira heldur en mánuð. Já, þú átt við að menn þurfa að mynda hópa skipuleggja sitt starf til þess að koma rökunum fram og það mánuðu dugi ekki til þess. Já, og það verður lögfræðingar, hagfræðingar, fullt af sjálfboðaliðum eins og venjulega. Nú það voru sjálfboðaliðar í þessu, nú taka einhverju sjálfboðaliðar sér til að lesa þetta eins kyrfilega og hægt er. Og ég vil gjarnan taka þátt í því ásamt fleirum. Og það er eiginlega ekki hægt að gera það á minni en mánuði. Og ég held að við ættum ekki að hafa í þessu, reyna að gera þetta rétt í þetta sinn. Já, Frosti Sigurjónsson, takk fyrir komuna til okkar hingað í myndverið. Fyrir rúmu ári, 5. janúar 2010, hélt Ólafur Ragnar Grímsson svipaðan blaðamannafund á Bessastöðum og í dag og þá tilkynnti hann, eins og þarf kannski ekkert sérstaklega verið að rifja upp fyrir áhorfendum, að hann ætlaði að vísa frumvarpinu til þjóðaratkvæðagreiðslu, þáverandi Icesave frumvarpi. Við skulum rifja upp röksemdafærslu Ólafs Ragnars þá.
Þá sýna yfirlýsingar á Alþingi og áskoranir sem forseta hafa borist frá einstökum þingmönnum að vilji meirihluta alþingismanna að slík þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Í yfirlýsingu forseta 2. september 2009 kveðið á að lausn deilunnar þurfi að taka mið af sanngjörnum rétti þjóðarinnar, hagsmunum Íslendinga á komandi árum og alþjóðlegri samábyrgð. Að undanförnu hefur orðið æ ljósara að þjóðin þarf að vera sannfærð að hún sjálf ráði fyrir för. Þátttaka hennar allrar í endanlegri ákvörðun því forsenda farsællar lausnar, sátta og endurreisnar. Í ljósi alls þessa sem að framan greinir hef ég ákveðið á grundvelli 26. greinar stjórnarskrárinnar að vísa hinum nýju lögum til þjóðarinnar. Þetta sagði Ólafur Ragnar Grímsson fyrir rúmu ári. En viðbrögð við ákvörðun forsetans í dag berast hratt meðal annars frá Hollandi. Talsmaður stjórnvalda þar segir við Reuters-fréttastofuna að tími samningaviðræðna vegna Icesave sé liðinn. Íslendingar verði að leysa úr innbyrðis vandamálum vegna Icesave. Ráðamenn í Hollandi vonast einnig til þess að heyra skýringar íslenskra stjórnvalda hið fyrsta. Stefania Óskarsdóttir og Guðni T. Jóhannesson eru komin hingað aftur því það nú hlýtt á viðbrögð manna. Það greinilega ekki, það stendur ekki til að rjúfa þing og boða til kosninga eða ríkisstjórnin fari frá, það náttúrulega hefur ekki komið óvart, Guðni. Nei, það spurning sem vaknar þá frekar eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna sjálfa, en núna verðist strax ágreiningurinn vera upp það hvenar hún skuli vera haldin. Ríkisstjórnarflokkarnir virðast vilja að atkvæðagreiðslan verði eins fljótt og verða má. Það orðalag, ef ég man rétt, sem í stjórnarskránni 2007 greininni og forsetinn notaði einnig notabenni. Þannig að það sjónarmið, en bæði Frosti Sigur Jónsson hjá kjósum.is og Þór Sari og Sigmundur Davíð, ef ég man rétt, töluðum að þjóðin þyrfti meiri tíma til að ákveða þetta og Bjarni Benediktsson benti á að það væru mikilvægir dómar að falla væntanlega eftir 1,5–2 mánuði væntanlega. Þannig að hér vegast á sjónarmið og aftur sveigjanleikinn slíkur að það rúm fyrir ágreining þetta eins og svo margt annað í þessari sögu allri. En framkvæmdin í höndum innanríkisráðuneytisins, þannig að það væntanlega þar á bæ sem að það verður ákveðið, þannig að það og þar, auðvitað, ef menn vilja halda sig við lög og reglur geta menn ekki teygt sig í þau sjónarmið að það sé að falla dómur einhvers staðar eða þjóðin þurfa að lesa. Stjórnarskráin segir eins fljótt og verða má, en það auðvitað teygjanlegt hugtak, eins fljótt og verða má. Stefania. Jú, það náttúrulega ljóst að skipti máli hvenær þessi atkvæðagreiðsla fer fram. Nú höfum við annað svona vandamál fyrir ríkisstjórnina sem var stjórnlagaþingið, þar sem hefur ekki enn komið niðurstaða fram hvernig að bregðast við dómi Hæstaréttar. Jóhanna var að vísa til þess að hugsanlega mætti hafa það með í pakkanum. Já, það væri svona ein hagfelld leið, þó svo að það megi þá kannski, það sé hætt á því að menn færi að blanda þarna saman málum. En mér sýnist þetta bara verið í þessum venjulega farvegi. Það sem við erum að horfa upp á í dag það að það komið svona frekari staðfesting á því að forseti Íslands túlkar stjórnarskrána þannig að það sé þessi málskotsréttur sem að forsetanum beri eiginlega framfylgja og hann verið að hlusta eftir þjóðarviljanum og nú hafa hann numið það að þjóðarviljin sé sá að atkvæðagreiðsla eða þetta skuli borið til þjóðina og þannig í rauninni erum við kannski bara komin inn í það hafa verið ákveðið kaflaskil og þetta hangi saman við, myndi ég segja, breytingar eftir hrunið, þar sem að ríki vantraust í garð stjórnmálana almennt og kannski má segja að þeir sem munu líta tilbaka og horfa yfir þessa sögu munu hugsanlega komast að þeirri niðurstöðu að með þessum skrefum þá sé Ólafur Ragnar
að hjálpa til við að endurvekja trú á lýðræðinu og stjórnmálunum í svona þessu tómarúmi sem hefur ríkt. Hvað finnst ykkur eðlilegu tími í undirbúningi þjóðaratkvæðagreiðslu og í annars þar það eitthvað sérstaklega hagstætt ríkisstjórninni og Icesave-samningnum að atkvæðagreiðslan verði sem fyrst? Ég veit ekki hvað eðlilegt, mánuður, 2 mánuðir, 3 mánuðir. Eins og svo ég ítrykki það á að gera þetta eins fljótt og auðið Eitt í þessu náttúrulega það sem forsetinn hélt dálítið á loft í dag, sem sé að við synjunina síðast batnaði samningastaða Íslendinga til muna og hann taldi sér það skiljanlega til tekna og vill væntanlega vona að sú verði líka raunin núna. En einmitt það sem þú varst að minnast á núna rétt áðan, skilaboðin frá Hollandi einföld, við erum hættir að semja við ykkur. Og hvort að þeir halda fast við þá afstöðu. Voru ekki óskapsvipið viðbrögð síðast líka í máli? Já, einmitt, við verðum að passa okkur á því núna mínútum og klukkustundum eftir þessa miklu ákvörðun að ráða of djúpt í hvað gerist núna á næstu vikum og mánuðum, en það svona kannski úlfur element í þessu Hollendingar eru kannski farnir að segja og Bretar jafnvel líka. Við látum ekki draga okkur á asna eyrunum endalaust og það kom upp í hugan dæmi úr fyrri deilum við sérstaklega Breta þar sem menn sögðu gjarnan vandinn bara sá að það aldrei hægt að komast að neinni ákvörðun á Íslandi. Það alltaf ríkisstjórn sem þykist eða vonast til þess að geta komist að ákvörðun en svo ekki hægt að standa við hana þegar á reynir. Stefania, að lokum að fá þitt mat á því, það í hagstætt fyrir ríkisstjórnin og þá sem að vilja samþykkja Icesave-samningin að atkvæðagreiðslan verði mjög fljótt eða skiptir það engu máli? Ég myndi halda að það væri ágætt að myndi líða svona 2-3 mánuðir og menn ætti að hugsa þetta mjög vandlega í samhengi við stjórnlagaþingskosningarnar og hvað fór úrskeiðis þar. Eitt af því sem einkenndi þær kosningar var mjög lítið tími til undirbúnings og þess vegna fór sem fór og ég held í rauninni að ríkisstjórnin liggi ekkit óskaplega á með þetta mál og það færi best á því að bara undirbúa þetta og það mikilvægt náttúrulega að vanda umræðuna og við skulum ekki gleyma því að Ólafur Ragnar sagði hér í Silfrinu fyrir viku síðan að það væri hlutverk stjórnmálamannanna að samfara kjósendur réttmæti ákvarðana sinna og þannig í rauninni réttlætir hann það að hann grípi inn í þennan prósess og þegar það svo að stór meirihluti eða aukinn meirihluti manna eru mjög ósáttir við einstakar atkvæðagreiðslur á þingi þá það náttúrulega þeirra sem að bera ábyrgð því að samfara fólku réttmæti þessu við skulum ekki gefa okkur að þeim takist það ekki. Stefania Óskarsdóttir, Guðni T. Jónsson, takk fyrir komuna hingað til okkar í myndvirði í þessa beinu útsendingu sem nú búin að standa í 1 klukkustund og 20 mínútur en líkur hér. Það minna á það hins vegar að á vefnum okkar ítarleg umfjöllun þetta mál og það verður sömuleiðis í fréttum útvarpsins klukkan 6 og sjónvarpsfréttum klukkan 7. Þessum aukafréttatíma lokið, verið sæl.